hér með lagið Locked Out of Heaven. Minnir óneitanlega á stórkostlega hljómsveit sem heitir Police, þar sem að Sting í aðalhlutverki. Klukkan orðin 4 og FM 95 Blö hefur hafið göngu sína þennan 5. daginn. Hjörpi K, eða Hjörvar Hafliðarsson, ennþá í prófum. Þetta síðasti dagurinn sem hann missir út. Hann að læra á fullu strákurinn, en hann mættur hérna aftur eins og síðasta 5. dag. Góðu vinnu þáttanins, Jón Gunnar Geirdal, verður velkominn. Takk fyrir það, kæra vinnur. Hvernig ertu? Ég bara, gæti vart verið betri. Það alltaf þannig. Já. Þú veist reyndar, ég var að lesa upp í Sturlunum staðalendum að þetta algengasta lýin sem menn segja að séu góðir, það geti ekki verið betri. Menn svari svona. Já. Ég burt sér á þeirri Sturlu staðarind, þá ég bara askundi góður. Já, ertu í fínu skapi? Já, ég... Komin í jólagýr? Heilmikinn. Já, ok. Heilmikinn jólagýr. Jólablöð eftir ekki inn fyrir svona 15. des held ég. Jólablöð? Já, ég ennþá að býða eftir honum. Hvernig jólablöð? Hann ekki að rugglaður á afmælisblöð. Nei, hvað hjálp okkur. en hann er mjög aktífur. Já, hvernig þá aktífur? Þú ert alltaf að spila sjúklingur, þá ég ekki meina að spila fíkill, því þú ert að snerti það ekki, en þú spila fíkill á familíunni. Já, ég spila fíkill á allt bara. Það hvort sem það spil með fjölskyldinu eða annað, sko. En já, það mikið spilað jólin, fjölskyldan og svona. Já. Svo bara ég duglegur að fara til Mæju systir. Já, en hitta börnin hennar og svona. Hvað með jólakæró? Nú þurfum að fara hans yfir þá eftir. Erum við jólakæró? Nei, við þurfum ekkert að fara yfir það. En við ætlum eins og að fara yfir þáttinn sem er hér framöndan hjá okkur. Við erum með heilmikinn gestagang í dag við Jónsi. Við verðum ekki mikið bara tveir hérna því að hann er á leiðinni til okkar, hann Unnsteinn og Retro Steffsson. Já, snillingur. Og það er í fyrsta sinn sem að hann kemur í FM 95 Blö. Já, ok. Miklu snillingur og hann ætlar að taka gítarinn með sér, þannig að það verður nú einhver stemming. Já, frábær hljómsveit maður. Chubby Little Loverboy sem er nú reglulega hérna hjá okkur í FM 95 Blö frumflytur nýtt lag hérna í dag af nýjustu plötu sinni sem heitir Falli lauf og ég er búinn að heyra lagið, það er virkilega flott. Já, platan er virkilega góð. Já, og svo kemur hann náttúrulega morgun og spila föstudagslagið, þannig að... Já, hann er tíðugestur. Já, hann er mikið þetta. Svo erum við með sturla staðreyndir á sínum stað, flottulega keppnin. Þú tapar ekki nema 5-0 í síðustu viku. Já. Það væri gaman að fá smá samkeppni frá þér. Já, ég tapaði á frábæru lægi samt. Reyndar. Lægið er hrikalega gott. Ég fann að halda að sé bara svona blöð hreyfingar núti sem segir bara já við öllu sem þú rópar út í, sko. Alls ekki, ég var náttúrulega með grjóthart lag, sko. Ég viðurkenni það. Hjöppi er yfir mér í þessu, sko. Hann er yfir? Já, mín stig teljast ekki, þetta er bara ég og þú, við fórum yfir það með honum síðast. Já, það gildir ekki, þetta er bara milli mín og þín núna. Og þú getur klóraði bakkan þar, þú 2-0 undir. Já, ég ætla að reyna, ég hlýt að finna eitthvað gott lag. Og svo ætla ég að stjórna honum með Steinda Junior eftir, við komum betur inn á það seinna í þættinu því ég má ekki gefa of mikið upp þar, en það verður líka mikið stuð. Þannig eins og þið heyrið, kæru hlustundur, þá verður nóg að vera hérna hjá okkur í dag. Ertu búin að velja lag í flottulegakeppninni? Nei, það tók alveg hálfan þáttinn held ég síðast að velja lag. Já, hann er sko þú valdi, hann er sko þú tókst þér svona góðan tími um það. Ég held ég hef verið með skotellslag, M83, Midnight City. Það er þetta geggjalag. Geggjalag. Ég er að fara að spila það með þess að hérna eftir fyrir þið. En þú settir kork í mig með 99 Problems, but the bitch ain't one. Já, ég er náttúrulega sko, ég hafði fínan tíma í dag. Já. Að finna mér lag. Þú fór að finna lag? Já, og lagið sem ég spila í dag, það kom mér á óvart því ég sé ekki búin að spila það áður. Því að þetta lag er í ruglun, ég er enda að veita að þú fílar það líka, sko. Já. Og þegar ég setja það, þá veist þú að þetta er eitt af mínum uppáhaldslögum. Okay. En samt að ég aldrei spilaði flottulegakeppninni sem er, skrítið, sko. Við erum alltaf með stórkostlegan lagasmekk við félagarnir. Já, svona rosalega. Byrjum þetta á Þórunn Antoni, hún er með partí á laugardaginn kemur, er að fara að frumflytja nýtt myndband sem hafa tekið upp í London, en þetta er lagið Too Late. Antonija hér í Too Late. Aldrei á seint fyrir Ástina Öðumblöndar. Nei, það er hárrétt þér. Þetta er við hæfi núna, jólamánuðurinn. Ef það er einhver sem veit það, þá er það 50 vinnu minn, Jón Gunnar Geirdal. Það er aldrei á seint fyrir Ástina. Ég bauna ást á því, ég fæ gamla komment tilbaka. Þetta er It's On. Það situr hérna með okkur Jón Gunnar, maðurinn Geirdal, eins og hann vill láta kalla sig. Eða ekki, takk samt. Ekki. Er þetta ekki að fíla hann? Nei. Ég döðs ég eftir þessu jólakæra á kommentið neðan. Við ætlum að greinlega að það er ekki að kafa hún í þetta. Já, þú ert búin að, you've opened a can of worms. Já, ormagrifjan afhjúpuð. Já, það er hins vegar komið að slúðri hér í FM 95 Blö. Ég hef nú komið inn á áður að það er virkilega þægilegt, sko, mér er þægilegast af að þig og Sóla Hólm með mér í slúðrinu. Já. Þeir eru svona góður að bánsa af. Aðri sitja þarna bara svona á móti og eru eiginlega bara borið í nefið og þykja sín áhuga. Og alveg sama. Já, þeir síni alveg áhuga. Við höfum einlegan áhuga á slúðrim. Já, ég ætla að byrja hér á Charlie Sheen, en já, hann er víst orðaði við Lindsay Lohan þessa dagana. Guð minn góð.
bara haltur leiðir gjörsamlega blindan. Hvað að gerast? Það getur orðið eitthvað veistlan. En hann gaf henni nú $100,000 daginn. Þau léku saman í kvikmyndinni Scary Movie 5 og Lindsay Lohan var komin á síðasta séns með að borga að skattinum $100,000 sem eru 13 milljónir tæpar. Ekki nema. Og var á leiðinni í fangelsi þegar að hann ákvað að borga bara fyrir hana þennan reikning. Og hún sagði fyrst nei við hann en hann tók ekki nei fyrir svari og lét aðstofakonu, fyrrum aðstofakonu Lindsay Lohan sem núna hætt, það allir hættir í kringum hana. Skrítið. Engan undra. Dásamleg manneskja. Já, þetta er örugglega ágætis manneskja en hún er bara í einhverju rugligri. En núna er verið að tala þá er vinur hans Charlie Sheen að segja hann hafi miklar áhyggjur af því að Charlie Sheen muni gera Lindsay Lohan að his newest goddess eins og stendur hérna. Guð minn góður. Þá verið að tala það þegar Charlie Sheen var hérna með 3 kærustur á sama tíma og kallaði það gyðjurnar sínar. Já, þú vilt vera súpía. Já, það er líka, ég held að Charlie Sheen er hann ekki á réttri hillu núna. Hann er orðinn sein aftur. Hann er allavega ekki, skiluru, að tala tígristýrablóði í sér og að reykja í sólarhring fyrir framann einhverja myndaðil. Hann var aðeins komin af leið. Já, hann var, hann var alveg farinn og þess vegna held ég að þetta var ekkit rosalega sniðugt samband. Já, þú ert að reyna að átta þig, að finna þinn stað í lífinu. Ætlar það að fara að klípa í Lindsay Lohan eða? Ég veit ekki. Þetta getur verið stórhættulegt en þetta er alltaf að slúður. Svo er það Jennifer Aniston, nýjast af henni er að hún er ekki ólétt. Þvílíkt slúður. Það stendur bara hérna, Jennifer Aniston is not pregnant. Var heimsbyggðin bara að halda sér andanum eða? Ég veit ekki, það er alltaf að þá vitið það, hún er ekki ólétt. En svo er hér í lokin í slúðupakkanum slúður sem ég hefði virkilega gaman að, en það er núna verið að orða Kristen Wiig sem er ein mín uppáhaldsleikona, virkilega fyndin. Já, var hérna í Bridesmaids. Bridesmaids hérna og líka búin að fara á kostum í Saturday Night Live. Já. En hún er vist að fara að leika í Anchorman 2 sem er að fara í tökur núna og mun fara með ágætis hlutverk þar og það er verið að tala um að hún muni leika kærustu eða konuna sem að Steve Carell verður hrifinn af í þeirri mynd. Ok, hann var hrikalega skemmtilegur í fyrstu. Já, þá var Steve Carell nefnilega ekkert orðinn það frægur. Alls ekki. Þá var hann bara einn af fréttateiminu og þetta er svona áður en hann slæri í gegn. Æðisleg mynd, ég horfði á hann aftur um daginn. Já, þetta eru líka, það eru góða fréttir að segja að koma Anchorman 2. Já, þegar maður vona það allavega. Já, þetta er samt svona hópur sem ég held að ætti alveg að geta Kristen Wiig, Steve Carell, Will Ferrell, þetta er logoðu. Já, Paul Rudd og svo líka kom út Dumb and Dumber 2. Þannig að það eru 2 góða grímyndir. Er það orginalið eða? Já, það er ekki Dumb and Dumberir. Sástu þann horfjóðu? Hvað var það? Átt að græða pening eða? Já, ég veit ekki, en sko það sem að bögga mig mest við það allt saman, ég fór á hann í bíó samt. Já, ég líka. Var hryllingur. Algjör horfjóður. Það er svo leiðilegt að menn taka svona koncept. Mér leið eins með Matrix 2 og 3. Já, Matrix 2 og 3 nefnilega náði aldrei sömu hægum og fyrsta myndin. Fyrsta var alls svað, maður fór bara í bíóborginu hérna bara 1912 og sá hann í bíó. Matrix var hann í mynd, nummer 1, og labbaði út af henni, þá varstu bara, herðu, hvað var þetta? Ég veit það, og líka bara fyrsta atrið, þegar Gellan hann tekur hringsparki og stútur öllugörunum sko, maður bara, hvað er að gerast? Svo fór það í svona eiginlega aðeins svo mikið kjaftaði bara, setni 2 myndinar. Þeir fóru alveg og urðu steiktir hann sko. Já, en þínuð ágætis pening á hinnum 2 myndunum. Já, dæmið gekk upp sko, komum almáttur. En er ekki Matrix einn fyrsta myndin þar sem að, er ríkala flott tónlist tengd í öllum andrum, eða er það bara því ég var að byrja að fatta það þá? Kannski var að byrja að fatta það þá sko. Já, kannski. Tarantino, það bróðum með sko, cool músík í öllu. Já, reyndar, Pulp Fiction og svona. Pulp Fiction, The Reservoir Dogs. Það er rétt, en þetta var slúðurpakki dagsins og bar þar hæst Charlie Sheen og Lindsay Lohan. Ég ætla rétt að vona að þau séu ekki að fara að verða par. Svona ég held að sé bara ágætt fyrir þau bæði. Já, ég meina þetta er skelvilegt sko. Skelvilegt, nei, hörðu, lagið. Þetta er, lag sem að tapaði í flottulega keppninni síðasta 15. Hvernig er það hægt sko? Það var að fara yfir það. Flott lag engu að síður. Midnight City hér með, FM 957. Fylgstu vel með í desembermánuði þar sem við munum 4 sinnum á dag. Opna glugga í jóladagatali FM 957 og gefa vinninga. Vinningar eru glæsileg Casio, Fossil, Diesel og Adidas armbandsúr frá Rodium Kringlunni. Gjafabréf frá Herra Hafnarfirði og Herra Kópavogi. Gjafabréf frá Adam og Evu. Tölvuleikir frá geimstöðinni Kringlunni og LG snjallsíma úr L-línunni. Allir vinningshafar fá einnig kippu af Egils Malt og appelsíni og pippmóla frá Nóa Sirius. Skráðu þig strax á heimasíðu FM 957, hlustaðu eftir orði dagsins á FM og við gætum hringt í þig. FM 957, gleðileg jól. Samfilm og Warner kynna eina mögnuðustu mynd ársins,
The Dark Knight Rises. You're retired. I'm retired. The Dark Knight Rises komin á DFT og Blu-ray. Í Smáralind opið til 9 öll fimmtudagskvöld. Þú fær nægan tíma til að versla og njóta afþreyingar langt fram á kvöld. Sjáumst, Smáralind. Gerðu leikinn skemmtilegri. Tippað á lengjuna. 1x2 við tippum. Opið allan sólarhringinn í Hagkaup Smáralind til jóla. Hagkaup Smáralind. Sólbaðstofan Smart. 3 staðir, 1 númer. 533 33 50. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Stöðin í dag, Hvítaskór, Blast Rokka og Ásgeir Trausti. Rommi, kók og hvítaskó. Já, derhú og hvítaskó. Já, þetta hrikalega skemmtilegt lag. Hann situr hér með mér hann Jón Gunnar Gerdal í fjárveru Hjöpa K sem að klára prófin sín en verður mættur næsta fimmtudag. Fekk ekki vegna frí hérna strákurinn og já, það nú hellingur að fólki á leiðinni til okkar. Já, skemmtilegt. Styttist í að við fáum nýtt lag frá Svessa Bergmann sem á nýrri plötu hans, Fallin lauf. Ætlar að frumflytja það hér á eftir og svo ætla ég að stjórnónu Steinda Junior. Já, ég hlakka til. Já, það verður líka live, þannig að það geti erfitt, en ég hlakka til að hann frá áriðið eftir. Já, það verður einhver stemming. Svo hann Unnsteinn úr Retro Steffson á leiðinni til okkar líka. Þannig að það allt að gerast ásamt því að við erum með flottulega keppnuna, en... Já, ég búinn að finna lag. Ég ætla að baka þetta eftir. Já, ég myndi það svo góður. En það ég að spæja henda þér hérna í eitt sem að ég hef látið alla gestir mín að taka. Og gestastjórnendur. Þetta eitthvað sem við Sveppin búin að vera með í mörg ár og heitir hraðaspurningar. Ég hef aldrei spurt þig hraðaspurningar. Nei. Ég man eftir svo 70 mínútur með einhverjum. Já, þetta búið eld og sko, það sem skemmtilegt hraðaspurningar að þú kynnist fólkinu heila betur. Já, stundum og vel með þessi. Já, stundum og vel. En þarna þetta að spyrja spurningar sem myndir ekkert spyrja endilega í viðtali, skilur. Nei. Ef þú situr hérna með mér í einhverju viðtali og ekkert að fara að spyrja hvað það setur á pítsuna hennar, skilur. Nei. En þetta samt skemmtilegt. Já. Upplýsingar sem voru ekkert að gera við, en gaman að heyra. Akkurat, og þú veist, þú þekkir reglur, þú átt bara að hreinsa hugan og þú getur ekki svara rétt og getur ekki svara vitlaust. Þannig að þetta bara basically að fyrsta setja eftir í hug. Ertu tilbúinn? Skemmtilega, já. John Gunnar Gerdal. Ég klár. Ok, þá byrjum við hér. 1, 2, og hvað kveikir í þér? Kona mín. Besta liðið í ensku? Manchester United. Fallegasta kona fyrir utan maka? Dóttir mín. Næ, Jón Gunnar, leðilegur. Hvað ég segja? Þetta svo leiðilegt svar. Dóttir mín eða mamma mín eða eitthvað. Gef mig þá bara segundu, slakað á maður. Damn. Hvaða kona? Monica Bellucci. Ok, besta bíómynd allra tíma? Sideways. Hefur þú lent í slagsmálum? Já. Hvað drekkur á djamminu? Ég drekk gin and tonic. Í hverju sefuru? Engum. Ef þú yrðir að sofa hjá dýri, hvaða dýr eru fyrir valinu? Já. Nei, næsta spurning. Hvað kom fyrst upp í hugan? Ekkert. Hvaða dýr kom upp í hugan? Við erum ekki að fara að það maður. Nei, bara kúra. Kúra? Hjá dýri? Já. Já, nei, næsta spurningu. Ekki vera vangin. Upp á skyndibitinn. Vá, upp á skyndibitinn. Mér finnst Nam afskaplega góð. Ok, vá, Nam, Subway, Serrano, ég svo öll saman. Ok, ertu með mörg pók á Facebook? Ég er ekki með 1 pók á Facebook, takk samt. Hvort viltu láta kalla það Nonna Plugg eða Nonna Tattoo? Jóngun bara fínt. Hvað setur á pizzuna þarna? Pepperoni, sveppur, jónmost. Hvernig varstu síðast allsber? Í morgun bara. Fannst það gaman? Já. Uppáhaldsþættir? Uppáhaldsþættir í dag, Homeland, allra tíma, Sopranos, Friends, Entourage. Sveinn Andri Finnist þið lögfræðingur og United maður. Ertu hættur að reykja? Aldrei byrjað. Chalice eða nylon? Nei. Hrýturu? Nei. Leiðilegasta sem þú gerir? Leiðilegasta sem gerir? Skúra. Hvað varstu gamall þegar þú mistið sveindóminn? Allt og gamall. Besta nammið? Nógróp. Ef þú mættir hitta hvern sem í heiminum, hvern myndir þú vilja hitta? Messi. Er gaman fyrir aðra að vera með þér í fótbolta? Hrikalega gaman. Ok. Þannig að ef við fyrir með þetta, þú myndir vilja hitta Messi? Já, ég hef gaman að hitta Messi. Ég var reynd að skoða Barcelona spiluna, þessi leiktækni þeirra í gæra okkur YouTube, tiki-taka eitthvað vídeo. Já. Rosalegir.
En það sko ekki ekkert eitthvað, ég hef hitt Messi, en ég hef nú verið að heppin að hitta hann og það sem skemmtilegt við hann, að það engin svona star presence í kringum hann. Þó, veist, þú færð alveg svona í magan eitthvað, allavega ég er náttúrulega vangiðun, sko. Já, ég veit. En þegar hann labbaði inn, þegar ég sá hann í fyrsta sinn, sko, þetta var bara eins og einhver strákur á leiðin í fermingaveislu. Hann var bara einhverjum Adidas joggingalla, hann meina allir hinir eins og, veist, ég hitti Thierry Henry á saman tíma og var að taka viðtal við hann fyrir þess að atvinnumenn okkar. Þá var hann með svona Gucci töskunum sín í einhverju leðu, eitthvað, en Messi var bara svona eins og einhver skólastrákur á leiðin á fótboltaæðing. Ég held að sé bara, þú veist, hann alltaf bara stjarnfræðilega með þetta sem knattspyrnumaður og þetta sé bara svona nice guy, sko. Ég held að þetta sé besti leikmaður sem þú getur haft í þínu liði. Já. Bara bæði bestur í heimi og svo ekkert vesen á hann. Já, ég myndi að sko gaurarnir í kringum hann, þeir eru nokkið lélegir og svo þessi gæi. Já, hann ótrúlega besta nammið þetta og Nóa Kropp. Já, ég ekki það, enga þjálfarinn kalla mig Nammi Fíkil og ekki það hann kalla mig þetta ímislegt annað, en en hann sagði þetta Nóa Kropp væri nú örgulega eitt af því verra sem maður getur sett ónum sér svona þegar maður reyna að koma sér í form, sko. Já, en ég finnst það alveg svo aðalega. Gott það. Þú hefur lent í slagsmálum, hvernig var það? Það eru svona 800 ár síðan, en ég lent í slagsmálum, já. Og hefur þú lent oft í slagsmálum? Nei. Þú ert gaman slagsmálahundur, eða ekki, Jón Gunnar? Kork. Nei. En já, ég einhvern tímann sem úlingur í okkur rugli. Besti skeytibitinn, það var hundleðilegt svar hér og taldur upp allt bara. Já, og þú var síðast allsbyrð í morgun. Já, það gaman að því fyrir stelpunar sem að hlusta. Þú Hvað ætlar að segja eitthvað? Já, þú spurði hvort í hverju ég svæfi. Ég sef í engu, en ég líti að vakna í engu. Ég er ekki að klæða mig, sko. Hvað gretti það, að sofa í engu? Hei, líti á mig. Nei, segðu. Það er eitthvað fílingur í þessu. Ég vil að þetta. Það er hins vegar komið hér að sturluðum staðreyndum í FM 95 Blö. Og ertu tilbúin í þar, Jónsi? Já, alltaf skemmtilegt. Það ekki? Jú. Og ég er með þær 10 sturla staðreyndir og það er ekkert bull. Nei, nú er þetta allt rétt. Allt er rétt og allar sannar. Og þá bara byrjum við hér á fyrstu. Það er hægt að kenna fílum að mála. Sturlu staðreind. Að mála? Já, fílar er að verða eitt af mínum uppáhaldsdýrum. Já. Frábært dýr. Af því að bara eiginlega eftir sturla staðreindir. Ok. Það eru rosalega þetta eru þvílíka tilfinningaverur. Já. Þeir geta dáið úr ástarsorg, fílar. Það er nú einhver verið þig. Já, og Við getum farið yfir það með Sverri Bergmann eftir. Já, reyndar. Sverri Bergmann er líka nettu fíl. Já. Og það er hellingur sem ég er búinn að lesa þetta fíla sem ég fíla. Þetta var ekki eins og plana. Og allavega þeir geta líka málað. Þeir geta málað, þeir geta dáður ástarsorg. Ég er að tengja helling. Getur þú málað? Kannt það mála eitthvað? Ekkert sem þú vilt kaupa, sko. Nei, ég er ekkert en ég get alveg málað, þú veist. Já, það geta allir málað. En ertu heima, ertu eitthvað í eitthvað svona rugli eða? Nei, ég er ekki í neinu svona rugli. Ef þú talar listsköpun og málar, nei, þá er ég ekki í því. Nei, ok. Ég er lélega, þú finnur ekki mann sem lélegur en ég að teikna, sko. Er eitthvað listabeinið? Ég var fínn að teikna. Ég verður askoti góður að teikna sem gutti, sko. Já, ekki ég. Ég var alveg skellulegur. Nei, hvað gerir þú? Ert þú bara heima að borða pizza og horfa United og eitthvað? Nei, það er hellingur sem ég geri. Já, hugmyndir ykkur strókur. Já, það er næsta hérna. Annar hver gíraffi er tvíkynhneigður. Ha? Já, annar hver gíraffi er tvíkynhneigður. Hver er að tjekka á þessu? Það er ekki. Er Attenborough bara einhverjum runna? Sjáðu gíraffann, hann er tvíkyn. Þess er að fara á annan karlkyns gíraffa og með það sem ég sé þá myndi ég segja að annar hver þeirra er tvíkynhneigður. Er fólk bara í þessu? Sko, gíraffar eru nett kinky. Málega, þetta er ekki setning sem ég bjóstu að heyra í morgun því ég vaknaði. Nei, en ég er að læra rosalega mikið á því að vera með sturlaða staðreyndir. Ég byrjar að koma, til dæmis, fílar er að vera eitt af mínum uppáhaldsdýrum. Já. Höfrungar eru búin að lækka rosalega áliti á mér. Á hverjum? Af því að þeir eru bara viðbjöður. Og gíraffar eru vel kinky. Þeir til dæmis, karlkyns gíraffar míga í forleik á hvern annan. Ha? Já. Karlkyns gíraffar míga á hvern annan? Þessi tvíkynnu þið? Já, það var í stjórnum staðrendum um daginn. Já. Svo er næsta, fyrsta símtalið kom fyrsta símaatið kom 8 árum eftir að síminn kom út. Og síminn kom út árið 1884, eða svona fyrsti síminn. Og í hvað það hringt? Ég veit ekki, það er ekki heldur sagt hvað atið var, sko. Ok. Það er örgulega verið bara, Kitty heima eitthvað, ég held að það hef ekkert verið eitthvað vel planað, sko. Það er mjög einfalt eitthvað. En 8 árum eftir menn byrjar að gera símaöld. Svo er það hér næsta, Tim Allen er sá eini sem hefur átt bók, bíómynd og sjónvarpsþátt í efsta sæti sömu vikuna.
Já, ok. Nú aðeins fallið stjarnan hans Tim Allen. Aðeins, hann það var í svo Home Improvement sem var svakalega vinsælt. Þannig að þetta er örugglega á þeim tíma. Já, Santa Claus, bíómyndir og eitthvað svona. Já, ok. Maður sér hann ekkert mikið núna. Nei, minna. Svo er það næsta, 30% fólks dreymir í svarthvítu. Hinn 70% dreyma í lit. Já. Enn og aftur, það er eitthvað fólk bara að rannsaka þetta. Já, er þetta eitthvað sem þú tekið eftir það? Ég bara ekki neitt, ég held mér hafi dreymt í lit í morgun sko, það er nótt. Já, ég held ég dreymi líka, ég er endar það sem ég er meira áhyggjur að ég byrja að labba rosalega í svefni. Nei. Jó, ég var hættu því. En það er að detta og... Ég var hættu því, hvað er þetta bara, alltaf að labba í svefni? Já, það er stór hættulegt sko, en það hafa verið að benda mér á, ég get keypt núna hjá eitthvað hátækni eða eitthvað. Já. Svona, og ég er ekki að fíblast þér, þá ég kaupa svona mottu, þannig að við stígum rúminu, þá hún vekur mig. Hvað er það, naglamotta eða? Nei, þetta er eitthvað svona straumkjaftaði. Er þetta eitthvað stórkostlegt vandamál? Er þetta alltaf að labba í svefn? Hver er þá, menn þú býrð einn eða ekki? Jó, ég vaknaði til dæmis bara daginn, þá var ég að fela mig bak við sófan og klukkan var 4:30 nóttina. Ég ekki svo svaraði það. Þetta er gráðlegt sko. Þetta er bara skets. Já, en þetta er samt óþægilegt sko. Já, ég geti rétt ímyndað mér. Það eru svo næsta. Er þetta jólakæra og eiga vita? Já, ok, viltu allt áfram með þessu stríði? Í kringum 1950 hló fólk í kringum 18 mínútur á dag, en núna hlær fólk á bilinu 4 til 6 mínútur á dag. Það sést minni gleði hjá okkur 50 ára setna. Já. Það er ekki gott. Nei, við erum eitthvað að missa gleðina. En við erum í gleðinni. Það tapar gleðinni, já, ég er mikil hlegin. Svo er það eru 3 ár eftir, konur tala oftar dónalega í svefnherberginu heldur en kallmenn. Sturlu staðreynd. Það er skemmtilega sexy í sturlu staðreynd. Já. Ekki? Talað þú dónalega, Jón Gunnar? Nei, ég er bara fít sko. Hvaða fliss er þetta? Svaraði spurningunni. Nei, ég tala ekki dónalega, ég er bara ekkert í svona rugli. En þegar þú tala dónalega, hvað ert það að segja? Ekki reyna þetta sko. Ekki reyna þetta. Ef þú verður að segja... Ég ætla ekki að fara talk dirty hérna í FM 95. Væri það ekki eitthvað að vestast þú getur lent í að myndi leka á netið þrótt að tala dónalega í rúm? Jó, það er skelvilegt, eitthvað píja með kveikt á símanum. Það er alveg sama hver það væri, það geti aldrei komið töff út. Þetta er eitthvað svo, það bara heima hann í sveitinarbyggjunni. Þetta er svona moment, bara byttu fyrir þér. Já, en þú vinnur svolítið með hver er pappiðin eða ekki? Alltaf þetta var fram en það verða 50. Hver er pappin? Hver er afiðin? Já, hver er pappin? Hver er afiðin? Nei, ég er að snögja það eru 2 eftir. Það eru fleiri hrættir við að gubba en að deyja. Nei, það getur ekki verið. Já, það eru fleiri hrættir við að gubba en að deyja. Það er ekki smá sem fólk getur gubbað. Það er endar það er viðbjóður. Og hrika lóþægild að gubba. Geðum mér að sé samt aðeins verra að deyja, ok? Þegar ég hugsaði núna, ára voru mjög langt sem ég gubbaði. Já, sem er reyndar mjög jákvæmt. Sama hér. Já. Því ber að fagna. Því ber að fagna, það er virkilega menningarlegar umræður hér í FM 95 Blöð. Virkilega. Þetta er enda fylgir átt stjórnlega staðrindum. Það er dýft í sig hjá okkur. Já, þetta fylgir stjórnlega staðrindum, það er svona bull. Það er síðasta hér í dag og það er að dans skerpir líkamæðin og huga og fólk eru gáara með það að dansa. Já, það er nú eitthvað fyrir mig. En þegar ég er dansari. Það er nefnilega munun á þér og það sem þú heldur. Þú ert nefnilega ekki dansari, Jón. Nei. Það er bara eins og sért í aerobik eða eitthvað, þú ert á dansskólinu. Flogaveikur in a zone. Já, þú ert svona, það er eins og sért andsetið. En mér er bara alveg sama, sko. Ég hef svo gaman að þessu, sko. Ég hef gaman að þessu. Þannig að þá bara mér er alveg sama, sko. Það er svo gaman að þú byrjar að tala svo haff. Mér er bara sama. Þetta er bara sem ég geri. Og if people don't like my dancing, hvað með það? Það vantaði mitt ennskuna það inn, sko, haffi alltaf snillingur. En takk fyrir að líka með við haffa því ég er dansari. Þeir eru flottir, Chubby Little Swissman. Þetta hérna í stúdíu, hann ætlar að frumflytja hér fyrir okkur nýtt lag eftir örskamastund. Platavíkunar frá FM 957 er Pottet 58 og kemur út föstudaginn 7. desember. Pottet 58 inniheldur 38 frábær lög. Meðal flytjanda eru Jennifer Lopez, Ásgeir Trausti, Þetta hér fyrir King. Nokia Lumia 920 er á jólatilboði í verslunum Símans. Skjárinn er tærar en fegurstu grílukerti og GSM viðskiptavinur okkar fá rafbók eftir Arnald og 1 GB af netinu í Símanum í 6 mánuði í kaupauka. Síminn. Áttu eftir að redda kvöldmandum. Kjúklingastafurinn Suðurveri. Þú getur versla jólagjafirnar heim í stofu í webverslun elko.is. Elko, einfallega lægra verð. FM 95 Blöð á FM 95. Sumir fá sér eina, aðrir fá sér 2, en flestir fá sér helling. Hvernig vilt þú þitt Nóakropp? Nóakropp, brakandi snilld. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is.
Muse. Þetta gott lag. Já, ekki þessu lagi. Virkilega gott. Styttist þér í flottulega keppnina, hann líka á leiðinni til okkar, hann Unnsteinn úr Retro Steffsson. Já. Það að mæta hérna eftir með gítarinn og haldur einhverju fjöri hérna með okkur. Og talandi góð lög, hér mættur. Tjöfili Loverboy. Gott lag. Já, góðu vinnur þáttarins, verður velkominn. Takk fyrir. Hvað segiru? Bara mjög gott. Ekki? Hvað segir þið, dansarinn og spaugósinn? Við erum Spaugósinn, þetta var rosalega. Er þetta ekki það dólið? Já. En, já, þú ert náttúrulega komið til okkar morgun líka með föstudagslaginn. Já. En það er ekki föstudagslag að þessu sinni. Nei. Nýtt lag sem við erum að fara að setja í spiluna af plötunni. Já. Falli lauf. Þetta er... Góð plata á til hamingjunu. Já, þakkaði fyrir það. Virkilega vel hefnið allan að fyrst mér og hveit ég allar til að drífa sig út í búð og næma sér í eintak. Já, þessi þarf að rati ykkur í jólapakka. Það er ljóst. Það var leiðilegt að þið finnst vond. Já, sko, menn hafa alveg gefið út plötu sem þau eru ekkert sáttum með sjálfur, sko. Já, Eminem. Já, Eminem og hérna fleiri. Þannig ég er mjög sáttu við það. Já, ok. Og skal engan undra. En lagið sem ræðir hér heitir Semjum frið. Já. Og er bara gríðarlega hugljúft lag sem að... Já, fjallar par sem er ekki alveg að ná saman en... Já, þar eru þið bræður á heimaðli. Við hérna maður. Við vorum að fara yfir þann, Auðun Blöndal er hrifin af fílum. Þeir geta dáið úr ástósorg. Í alvörinni? Já, þeir verða mjög ástfangnir. Já. Þeir verða mjög ástfangnir. Okkur bara varum við hugsað til ykkar félag. Þið verða oft mjög ástfangnir. Fílar gleym ekki heldur. Akkurat, það er kannski einhver með það að gera okkur þetta einhver ástósorg. Geta bara ekki gleymt. Þið geta ekki gleymt. Ég held að sko meðganga fíls er 2 ár, pæti því. Það er commitment og ef þú fíll og barnar inn þá er 2 ár í þetta gerist. Já, það er merkilegt að búið að hugsa fíla þetta. Já, fíla líka sko þeir notast undir félagann sem 5. löppina til að hvíla sig. Nei. Fullt af svona sem ég er búin að læra fíla í stjórnlegu staðreyndum. 5. löppin. En við vorum að ræða þetta áðan í stjórnlegu staðreyndum við Jón Gunnar að konur tala oftar dirty í svefnherberginu heldur en kallmenn og nú ætla ég að spyrja þig, tala þú dirty? Hvað ert að vinna með? Ég fer ekkert að gefa upp mín atvinnur leyndamann hérna. Atvinnur leyndamann? Þetta var glerhald. Þú ert með eitthvað? Ég er mjög mislegt, ég segi ekki nei. Þú ert að vinna svolítið með þegið. Þú bjóst þetta heima á mér. Þú ert svolítið að vinna með þegið. Má vera að lappa inn að pissa bara þegið. Nei, wow, somebody's talking dirty. Ekkert svona. Það er áður við spilum hins vegar lagið. Við ætlum að frumsýta þetta hér í FM 95 og þá ætlum við að opna hérna fyrir síman því að það er ekki búið að ákveða föstudagslagið á morgun. Já. Það er alltaf 2 harðir á föstudögum. Egil verður hérna með mér á morgun og þá erum við með dagskrárlið sem heitir föstudagslagið. Og við vorum að spája núna þar sem það er ekki búið að ákveða hvaða lag Sverra á að taka. Þá væri vel þegið að þið myndir hringja í 511. Ég er með eina hugmynd. 511-0957 ef þið eru með góða hugmynd að föstudagslagið á morgun. Hvaða hugmynd erst þú með, Jón Gunnar? Ed Sheeran og Give Me Love. Ég verð til að heyra Ed Sheeran og Give Me Love. Já. Hvað lag er það? Það er hrikalega gott lag. Ekki láta Jón Gunnar syngja, ekki láta syngja. Ég er ekki að vera að syngja það einu sekundi. Já, Give Me Love. Að það? Nei, herru, ok, opnaður í síman. Ég ekki Ég held ég að heyrði þetta lag, ég held að það sé ágætt sko. Mjög gott lag. Hvað værið þú til að heyra í föstudagslagið á morgun? Halló? Halló? Erstu að það? Ekki Degjur feimni. Sound of Silence. Þá er það næsti. Hvað værið þú til að heyra í föstudagslagið á morgun? Er það Iris með Google Dolls? Já, Iris með Google Dolls. Ég get ekki það. Það er nú gott lag. Ég held ég að við heyrti þið, taka þetta mann. Það getur, ég hef tekið það sko, ekki. Það er hrikalega gott lag. Já, þetta er góð uppbústunga, takk hérlega fyrir þetta. Herru, við skulum hleypa svona 3-4 hérna og velja svo bara besta lagið. Hvað værið þú til að heyra í föstudagslagið á morgun? Herru, eitthvað með Skid Row. Eitthvað með Skid Row, maður. 18 and lies to go. Já. Er ekki söngvarinn Sebastian Bach? Nei. Jú, hann ekki þér. I remember you. 18 and life. I remember you líka geðislega. Já, þetta er mjög góð pæling. Já. Það er að koma flottar uppbústungur hérna, takk hérlega fyrir Það er komið Google Dolls og Google Dolls og Skid Row. Tökum hérna 3 í viðbót og hvað værið þú til að heyra í föstudagslagið á morgun? Ég var til að heyra Já. Hvítir skór. Hvítir skór? Frængur. Ég get Nei, við getum tekið þetta saman. Ég er rapp og þú syngur. Það eru aldrei að vita, takk fyrir þetta.
Erfitt að taka hvíta skó samt, sko. Já. Þínu, það er ekkert mál með. Þarna. Þeir í viðbót, hvað værið þú til að heyra í föstudagslæginu? Ég var til að heyra Iris með Go-Go Dolls. Já, 2 atkvæði. 2 atkvæði og Iris með Go-Go Dolls. Þetta er stefnir í sigur. Þetta er frábært lag. Egið fyrir líka grænina sem er skemmtilegt. Já. Alltaf takk ykkur rólegt. Já, hann er náttúrulega með lélegasta tónlistasmekk í Norður-Evrópu. Ég held að sé bara svo hrættu við að bresta í grát í beinni, sko. Hann er alltaf að spila sér svo harðan en þeir sem þekkja hann, það er ekki það. Hann ekki neitt, bara sker. Þetta er bara sker. Takk fyrir þetta, vinnur. Bara lítið strákar innan. Ok, þá fáum við síðasta hérinn. Hvað værið þú til að heyra í föstudagslæginu á morgun? Já. Ég væri til að heyra bara Kids með MMG eða eitthvað. MGMT, Kids? Já. Það er gott lag. Það er þetta ógeðslega flott lag. Mjög gott lag. Frábær hljómsveit. Kids. Ok. Herru, það er komið að blaða. Takk fyrir þetta, Unnur. Við erum með Skid Row, Goo-Goo Dolls, Ed Sheeran. Það er reyndar eitt lag, Sverrir, ef ég mætti velja. Það var eitt lag sem ég var til að heyra þið syngja. En það er held ég erfitt að læra, það er samt ekki. Gangnam Style. Nei, það heitir She's Gone með Steelheart. She's Gone. Já, það er búið að beða mig svo oft það lag, sko. Svona glísarokk. Heyrðu dýrið. Þú ættir að taka það? Já. Taktu það morgun. Ekki bara falla andlið. Nei, ég vil ekki byrja bara Goo-Goo Dolls. Fólk er að byggja það. Það reyndar, ég má ekki frekjast hérna fram með þessu. Og gefum okkur smá tími hitt. Glæsilegt. Og tökum kannski bara. Já, svo fæ ég Ed Sheeran. Svo fær þú Ed Sheeran, bara. Við ætlum að henda því á hérna eftir og lega fólk heyra. Þá vitið það, kæru hlustendur, það er Goo-Goo Dolls, Iris á morgun. Steelheart verður bara að koma rétt fyrir jól. En það er hins vegar áður. Hverjum Svessa, er eitthvað meira sem þú vilt segja lagið sem þú ætlar bara að Þetta er bara yndislegu text eftir Sævar Sigurgeirsson og margir ættu nú að kannast við upprunalega lagið. Ég ætla ekki að segja hvað það er því þið komist að því ábygglega, þið hlustuðu það. Já, en svo er nú, ég fer ekki neitt í hörkuspillinni. Já. En þetta er frábært líka. Nýjasta lagið, frumflutt, að sjálfsögðu hér í FM 95 Blö. Takk hérlega fyrir komuna, Sverrir. Við sjáumst á morgun. Takk. Bless, ástandist. Með hreinu vatni gefur þið betri heilsu, menntun og bjarta framtíð. Greiðum valgreiðslu í heimabanka. Hjálparstarf kirkjunnar. iPhone 5 markar tímamót í sögu hörðu jólapakkana og hann er á jólatilboði í verslunum Símans. GSM viðskiptavinur okkar fá rafbók eftir Arnald og 1 GB af netinu í Símanum í 6 mánuði í kaupauka. Síminn. Gerðu jólainkaupin snemma í ár. Í Smáralind eru verslanirnar sneisa fullar af jólavörum, afþreying við allra hæfi og næg bílastæði. Sjáumst, Smáralind. Yes! Já, koma svo! Skjóta! Þetta er víti! Þetta er ástæður að kosta svo mikið pening, sko. Gerðu leikinn skemmtilegri. Tippað á lengjuna. 1x2 við tippum. FM 95 Blö. Á FM 95. Þú færð brakandi gott Nóa-Kropp með skemmtilegu appelsínubragði í næstu verslun. Nóa-Kropp. Brakandi snilld. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hér eftir örskamma stund ætla ég að Stjórnónu Steinda Junior sem er að fara að árita nýjasta DFF-disk sinn. Það verður athyglisverð live stjórnun. Já, það er hér bara eftir örskamma stund. Hann er líka á leiðinni til okkar hann Unnsteinn úr Retro Steffsson. Það verður gaman að fá þann strák, hann hefur aldrei komið áður í FM 95 Blö. Já, það er með ólíkindum. Hvað er þetta ekki eitthvað ungu tapið bara? Jú, bara kottungustrákur og því líkur hæfileika maður, sko. Já, og hann spurði mig hvort hann ætti að taka gítara með og ég held hann. Sjálfsögðum maður. Þegar það búin að vera, ég held að nýja lagir að sé komið spilin sem heitir Julia. Ef ekki, þá þurfum við að henda í ganginn eftir. Lagi Glow og fleiri lög. Glow og Queen, alveg frábær lög og æðislega plata, sko. Já, talandi flott lög og þá er einmitt komið að flottu lagakeppnin. Já, nú er komið að þessum. Þetta er vikulegu dagskrárliður hér á 5. dögum þar sem við Hjöppi keppum hvor okkar kemur með flottara lag. Við spilum 90 sekundur af laginu. Þú er bara að taka 5-0, 2-5 í röð, ekki? Jú, það er pressa þér í dag, maður. Það er á meðal gerði já, þú bakaði mig síðast. Já, ég er enda stoltastur að karaokeunni mín í gerð. Það var 5-0 í fyrsta sinn. Nei, hvað lag tókstu? Welcome to the Jungle. Hanna. Ég er þetta ennþá að jafna. Ég þurfti eiginlega að æla mig og svo ílt þetta. Ég kláraði mig. En það er flottilega. Hvort viltu vera á undan eða eftir? Svo minn ég líka fólk á að fara inn á Twitterin eða eigi eitthvað gott í Enginn segir. Við förum í það hér á eftir. Ég vil vera á eftir. Þú vilt vera á eftir núna? Já. Ok.
Ég var á undan síðast, þetta gá hvort það hafa einhver með það að gera. Já, þá byrja ég þetta og það er bara fínt. Ég ætla að setja hér á lag sem að mér finnst reynda skrítið. Ég hef aldrei spilað áður í flottulegakeppninni því að þetta er eitt af mínum uppáhaldslögum. Já. Þetta er grjótarslag með, sennilega einhverjum hæfileika ríkasta rappara allra tíma. Ok. Þetta er lagið. Það er aðeins búið að taka þetta þegar strákarnir kikið út. Já, þetta er aðeinslega. By the pool, considered fool, cause I dropped out of high school. En má fólk velja þína útgáfu þegar þú rappar eða bara Biggie Smalls? Þetta er svona lag, mér langar alltaf að syngja þér í heyra. Já, þetta er ótrúlega gott. En þá var það fylla, þetta var mitt lag hér í mitt framlag í flottulegakeppninni. Ég hlýt að fá atkvæði á þetta. Jay-Z, Alicia Keys, setjum þetta í gang. Já. Anna. Þú ert að fara, ég var með Jay-Z í síðustu viku. Já, ég veit að þetta er samt Alicia Keys, sko. Já, þetta er þetta geggja lag, sko. Jóngunars hér í flottulegakeppninni, Empire State of Mind með Jay-Z og Alicia Keys. New York, bara soundtrack í New York. Já, meðan ég var með Juicy með Biggie Smalls. Nú er þetta ykkar höndum kæru hlustendur 511-0957 og fyrstur upp í 5 atkvæði vinnur þessa keppni. Eins og alltaf, ertu tilbúin, Jónsi? Ég er klár í þetta. Þá opnum fyrir síman FM 95 blöð, hvort lagi fannst þér flottara? Það er ekki, þú setur ekki Jay-Z á móti besta rappar alltaf tíma, sko. Það er Biggie Smalls, maður. Já, Biggie Smalls alltaf daginn. Það er 1-0. Takk fyrir það, vinnur. Það er nóg eftir. Við fáum hér næsta FM 95 blöð, góðan daginn, hver fær þitt atkvæði? Það er kongurinn Notorious. Notorious B.I.G. Ertu bara með eitthvað lið bara á einhverjum línum hann? Nei, ég hef aldrei heyrt þessa rödd áður. Þetta er bara besta lag allra tíma, sko. Já, ég er nefnilega vissi, ég myndi setja að það myndi grjótharðir Notorious B.I.G. aðdæmdur. Já, þú ert búinn að finna allavega 2. Ég hef aldrei ringt á það en ég var að ringja núna. Takk aðeinslega ræðunur. Álítið. Það er 2-0. Við erum hérna í flottulegakeppninni og hver fær þitt atkvæði? Það er Jay-Z, maður. Þarna! Jay-Z. Jón Gunnar kom með sitt. Ánægði með vinnur. Já, þetta er snill. Það hlaut að koma að þig, ég fengi atkvæði. Það er gott lag, ég fíl ekki Biggie, sko. Herðu. Skulum ekki guðlast hérna, en takk fyrir að ringja. Já, ekki máli. Ok, það er 2-1 hér í flottulegakeppninni. Hver fær þitt atkvæði? Það er Biggie. Það er Biggie Smalls. Sjálfsögðu. Ég heyrði það bara röddinni. Já, hann var aldrei að velja milla þessi. Takk fyrir að ringja. Takk. Ok, það er 3-1. Jónsi fær sér atkvæði núna og spenni í þessu. Hver fær þitt atkvæði? Hauti. Já. Það er þú. Það er ég, þakkaði fyrir það, maður. Þetta er bara Sauðakrókur er bara á línunni, bara gömlu B.I.G. Þetta er Jón Gunnar Geirdal. Nú. Nonni Tattoo. Nonni Tattoo. Takk. En takk fyrir að ringja. Já. Ok, 4-1, Jónsi. 4-1, þetta er ekki gott. Þetta var að búið. FM 95 blöð, góðan daginn. Já, Jay-Z. Jay-Z, já. Mammans Jón Gunnars ákvað að ringja og henda honum eitt Takk, mamma. Nei, ertu Jay-Z manneskja? Já. En fílarðu ekki Biggie eða? Ég hlusta á að lítið á hann. Já, ok. Já. Herru, en takk fyrir að En ringja. takk hella fyrir að ringja. Ok. Það er 4-2, þetta er í játnum. Já, 4-2 í játnum, ég veit það ekki. FM 95 blöð, góðan daginn. Nú, blessar, ég ætla að fá Empire State of Mind. Nei! Það er fleiri skvísut á hringin. Algjörlega. Hann er on a comeback trail hérna, Jón Gunnar. Estrogenið er ríkt í mér, fá dömunum til hringin. Alma Geirdal, ég þakka þér aðeins að vera að ringja. Bye. Já, bæði mammans og sýstir hans búin að ringja. Við skulum aðtúa hvað næsti hlustandi segir. Hver fær þitt eitthvað? Herðu, ég sé New York. Nei! Ég er ekki að fara að tapa hann. Jó. Fleiri FM skvísur til að hringin og styðja gana með, koma. Þetta er alveg 6-7 í hérna lagið. Já, það er ok. Ég get ekki sagt þetta. Bye. 6-7. Ég trú að þú ert búin að jafna 4-4. Við stelpurnar stöndum saman. Þið stelpurnar standið saman. Þetta er 9-4. Jay-Z. Nei! Ég tapa með Juicy, maður. Þú varst komin í 4-1, þetta er kallað K.O. Ég var á hann full kokki hérna. Þú varst á hann full kokki. Hvað heitir þú? Nei, hún skellti brá. Hún skellti brá, henni brá svo. Hvernig hefði þú kostið? Jay-Z. Já, ok, þetta er komið í þennan baka. Þetta er bara komið. Hvernig hefði þú kostið? Biggie. Já, við þurfum að enda á þeim nótum. Nei, við endum ekkert á þeim nótum. Það var 4-1, þetta var K.O. Já, ok. Þó að hverju 3 strákar sem þú varst að drekka vodka í tróbíum og Sauðakróki og hringt inn og valið Biggie Smalls. En segðu mér eitt, Jónsi, ætlar að jamma í kvöldið eða? Þú er nú jammað fyrir minna, þú varst að vinna flottulegakeppnina. Talandi Jay-Z, skulum fá eitt grjótart hér með honum og Linkin Park. Jay-Z og Linkin Park. Við erum í Jay-Z stuðin. Já, hann átti þetta skilið eftir að unnið flottulegakeppnina. Já, 5-4, ég er ánægð með það. Já, það styttist hér í Unnstein sem er einmitt í hljómsveitinni Retro Steffson, hann á leiðinni til okkar. En ég ætti að vera með á línun núna Steinda Junior. Halló. Heyrðu í mér? Sælinu, hvernig ertu? Ég er góður en þú. Hæ, Steinda. Nei, Sælinu, hver er þetta? Geirdal.
Geirdal, Sellinir. Flúrimon, já. Nonni Plug, Nonni Tattoo, Jón Gunnar Geirdal, The Dirty Talker. Nonni Plug. Hvað er þetta standið núna? Herru, ég var að koma inn í Kringluna, við erum að fara að árita diskin okkar sem var að koma út í dag. Tímamóta DFT-diskur. Já. Þetta tímamóti í íslensku gríni og íslenskri menningu. Til hamingju með það að diskurinn, DFT-diskurinn kom út í dag. Takk fyrir það. Og ég ætla nú bara að segja hérna hlustundum rétt og beint frá er að Steindi Junior spurði mig fyrir í dag hvort ég get ekki plugga því að nýju DFT-diskurinn hans væri komin út. Þannig að hringi kallinn. Já, en... Þetta er ekki hægt, sko. En, já, ég sagði að hann þyrfti að gera eitt á móti og það var að leyfa mér að stjórna sér. Þetta er mest að kjapta þess með en málega. Sería 3. Við vorum að koma í Kringluna, við áttum að mæta 5, þannig að þú veist, við erum svona rúmlega. Já, ég meina, þú 7 mínútum að segja, þá ertu snemma. Þú voru á seinni þín einn jarðaför, Junior, í alvöru. Ég get ekki sagt að jólatraffingin sé nákvæmlega byrju núna af því að ég er hérna og það eru 2 gamla konur og 1 úllingsstrákur sem sitja á borðinu sem við erum að sitja. Það var að vísa þeim burt. Það er bara pulla og kóki bauk, ég veit ekki hvað ég að gera í þessu, ég er ekki að fara að reka því í burtu, sko. Þú verður að reka því í burtu. En hvað, er ekki komin röð að bíða eftir juniorinn? Þú sagði að vera allt vittlaustur og vera árið þetta. Já, en málið er sko að... Er þetta hvað að tala? Ég á eftir að fara í kerfi niðri og segja að þetta er sprengja. Hæ, þetta er Steindi. Þetta er mjög mikilvægt að hlusta eftir, það er sprengja. Já, það er hátíðarsprengja í Kringlunni. Við erum mættir hérna félagarnir. En fyrir þá sem er að hlusta, þá ertu að fara að árita hvað? Í Kringlunni, í Hagkaup, nei, í Skeifunni? Nei, ég er þetta uppi hérna hjá Skífunni núna og svo verðum við nú eitthvað í Hagkaup helgina. Ok, glæsilegt. Herru, en þá ætlum við að taka smá stjórnum. Hvað er að gerast inn í kringu þið? Sko, ég var alveg heimskilinn, þá er ég komin þetta niður og er bara að skoða ísinn og bentur að fást þeirna kók hérna og... Ok, ertu að það að happa á þessu? Já. Já, erðu labbaði þangað? Ég held náttúrulega síman við eira, þú veist, heldur að fólk fattir þetta. Þetta pluggar ekkert ókipis, Steindi minn. Ég veit alveg hvað er að gera hérna, labbaði að happa á þessu. Ok, það er eitthvað kunni að það með batn og eitthvað, þú veist. Ok, segðu ok þú ert komin að því? Já, við þurfum að snakka, ég var mættur upp. Já, þetta tekur 2 mínútur. Það býst engin verið á tíma, engin. Já, ég mættur. Ok, ertu komin þangað? Já. Segðu svona, já, mamma mín, ég skal kaupa handa þér 10 raðir. Já, og svo setja að tala í síman. Já, ég skal kaupa handa þér 10 raðir, mamma, já. Þú kallaði núna á gaurinn sem er aðgræðna. Hvern þarf að berja hérna til að fá 10 raðir í lottói? Eftir hana? Segðu, já, mamma, ég er að reyna að redda þessu. Já, mamma, ég er að redda þessu. Og kallaði svo, hvern þarf maður að berja hérna til að fá 10 raðir í lottói? Hvern þarf maður að berja hérna til að fá 10 raðir í lottói? Já, það er ekki, hann er ekki, þú veist, það var fúll, sko. Nei, hann er ekki fúll. Stendur í alveg við happa á sig, eða? Já, ég stendur. Ertu ekki bara út í bíl, eða? Nei, viltu fá heyri á honum, eða? Nei, ekki, haldu bara fram. Er einhver annar að ná liðna þér, eða? Já, það er hérna maður að selja hérna, selja hérna eitthvað. Hvíslaði eira á honum, hjálpaði sér inn. Já, hvíslaði eira á honum, ef þú fær vinningin ekki í þá drep ég þig. Það er gamla. Ef þú fær vinningin ekki í þá drep ég þig. Jesus, maður, ég heyri þér, ég er ekki hægt. Hvað er að vera að þér? Móðlítið lítill þér? Já, ég veit að maður, ég er mánudagur og svona, þú veist, er mánudagur? Og eitthvað svona. Ok. Ég er 50 dagur segi og... Ok, endaði þá öskra bara eins hátt og getur inn í Kringlunni. Ég heiti Steindi Junior og ég er fyllandi fín. Já, koma svo. Ekki slæmt þetta. Nei, ekki séns. Hvað er það að segja, Steindi fíbl eða? Nei, ég heiti Steindi Junior og ég er fyllandi fín. Hvað er eitthvað erfitt núna maður? Þetta er ekki alveg... Lítill í sér. Já, ég er það sko, ég veit ekki... Kottu með þetta. Hendi þetta. Já, býttu, ok. Hvað er fyllandi fíbl? Fyllandi fín? Já, ok. Jesus, maður, ég var að reyna að borast eitthvað bandi þetta, sko. Það er eldan einhver lítið krakki, sko. Það held ég að... Það er þessi öskra á sig. Þú átt hann örugla. Ok, ég tek þetta bara. Tilbúin í þetta. Já. Ok. Heyrðu, veist það, ég er farinn. Þetta er bara hann. Þú ert svo lélegur, ég heyri þér. Nei, ég er sættunist. Þetta var skellulegt, bæ. Gangi vel að árita. Á, bæ. Þetta var ekki besta stjórnum sem við hefum tekið hér í FM 9. Þetta er tímamót útastefni. Við reyndum. Þú varst að byggja með Ed Sheeran hér aðan, eða ekki? Já. Ertu allur í þessu, Jónsi? Nei, þetta er gott lag, drengur. Þetta er bara að bera smjör á konuna og hlusta á Ed Sheeran. Klassísk kvöld. Svo fallegum maður.
Jóladagatal FM 957. Fylgstu vel með í desembermánuði þar sem við munum 4 sinnum á dag. Opna glugga í Jóladagatali FM 957 og gefa vinninga. Vinningarnir eru gjafabréf frá Body Shop, gjöf sem gleður, gjafabréf frá Topshop Kringlunni og Smáralind, gjafabréf frá Hljóðfærahúsinu, skemmtispilið Skrýpó frá höfundum Fimblebams og gjafabréf frá Kringlunni þar sem þú færð allar jólagjafirnar á einum stað. Allir vinningshafar fá einnig kippu af Egils malt og appelsíni og pippmóla frá Nóa Sirius. Skráðu þig strax á heimasíðu FM 957, hlustaðu eftir orði dagsins á FM og við gætum hringt í þig. FM 957, gleðileg jól. Pókar með burðarólum yfir báðar axlir, Fjellrefinpoki er falleg jólagjöf, Geysir, Skólavörðustíg, Akureyri og Haukadal. Nýtt í bíó, So Undercover. If witness goes to college and we want you to keep an eye on. Frá leikstjóra og Tattinsin Vegas kemur nýjasta mynd Miley Cyrus. I'm so undercover. Bráðskemmtileg gaman mynd í andanis Congeniality. So Undercover, frumsýnd 7. desember í Laugardalsbíói, Smárabíói og Borgarbíói Akureyri. Sýnalkó og lakrísur virkar. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Það er rétt Ötti og Jón Gunnar með ykkur til 6. Í dag styttist hér í Unnstein úr Retro Stefson. Hann er hér rétt og kominn og hann ætlar að glamra gítarinn og spjalla við okkur strákana. Já, þeir bandi að fara í áramótagliðin. 30. desember í Vodafone-höllinni. Síðasti sjens heiti það. Heiti Gigið. Heiti Gigið. Já. Hann á stemming að fara að kveðja árið með gleðiband í Íslands. Já, þeir eru alveg með þetta. Já, ég er búinn að sjá það 2 á live núna í haust. Fór að útgáfa tónleikan í Iðnó, svo sá ég það á Airwaves og þeir eru frábæri live, sko. Já, ég þarf að sjá þetta. Plebbin, ég fer ekki nóg mikið á svona. Nei. En skólaði því. Já, en það er eins og komið hér á dagskrálið sem er alltaf á 50 og heitir Enginn segir. Það er búið að senda mér nokkur, góð hér inn á Twitternum og þá skulum við fara bara hér í eitthvað sem Enginn segir. Ef ég byrja þér, Jón Gunnar, þú varst reynda með skelfilegt í síðustu viku. Átt þú eitthvað? Hvað er eitthvað sem Enginn segir? Er ekki séns að hafa verra veður? Enginn segir. Já, þarna, þetta er gott. Ægji? Jó, við byrjum hér á Bjarka Bergmann. Ég myndi ekki fokki þessu gaur, hann er með jókamottu. Enginn segir. Svo það Reynir Rambóin. Siggi Hlöð er alltaf svo cool klæddur. Enginn segir. Það er eitthvað að skjóta á hann út af Bon Jovi. Hlöðmasín? Já, Hlöð er alveg með þetta. Ég veit ekki hvað Rambóin er að rugla. Þetta get ég ekki lesið. Svo kemur þetta. Orri Freyr, það var mikið að RC Kóla kom aftur í búðir. Enginn. Það er enginn að segja það. Og Orri líka með hér, ég ætla að styrkja íslensku Playboy-stelpuna svo hún komist í þessa myndatöku. Já, skemmtilegu sketsin á mbl.is. Enginn segir. Enginn segir það. Svo kemur Garðar Sigurgesson. Loksins eitthvað almennlegt frá þér. Biggie Smalls notaði næst. Nei, herru, þetta er ekki í liðnum. Ég byrst afsökun þessum. Það kemur hérna Andri Sveinn, vákastuðningsmenn Chelsea tóku vel á móti Rafa Benítez og drullu á sama tíma við Di Matteo. Eitthvað sem enginn segir. Og svo kemur hér frá Orra. Já, ég ætla að fá ég þér 1 Elites. Enginn segir. Er þetta ekki súkulega þetta sem er eins og Prins Pólo? Alveg eins og Prins Pólo. Já. Svo næstu því Prins Pólo. Já, það er ekkert margir held ég reyndar að vesla. Ég er svo fordómuleg skakað sælgeti sko, ég seti allt í mig. Svo kemur Benedikt Bóas, hann á reyndar nokkur góð hérna. Ég ætla að byrja á góð lykt þessu hestafólki alltaf inn í búðunum. Eitthvað sem enginn segir. Svo hendur hann í, mér langar ekki í jólabjór. Eitthvað sem enginn segir. Og svo endar hann hér á kommentin á deva.is, gerir lífið skemmtilegra. Enginn segir. Þau reyndar stundum gera lífið skemmtilegra. Maður getur þakka fyrir sitt eigið þegar maður lesir við það. Svo kemur eitt þetta gott, flott brjóstamma. Enginn segir. Svo kalli ég segja. Hér, við skulum taka 2 í viðbót. Garðar Ingi er hér með fínt að hafa HM og EM sé ekki næsta sumar. Enginn segir. Og svo er það Lilja K. hér með, vá hvað ég elska þegar tyggjóð mitt verður bragðlaust, einhvað sem enginn segir. Og endum þetta ég reyndar á einu skemmtilegu hérna með frá Davís Mára. Djöfull er þetta geggjað flotti krokkskór. Þeir eru flottir. Einhvað sem enginn segir. Það segir enginn, ekki séns. Hann er mættu til okkar hér, hann Unnsteinn kominn í stúdíóið. Það spjöldum við hann hér eftir örskamastund. Fáum fyrst lagið þeirra Péturs og Sigrúnar. Heitir Bleeding Love. Og hver er sagðan með lagi, hvað, Pétur og konan? Já, Pétur Jón Sigfússon opnaði svo óvart einu sinni hérna í FM 95 Blöð og þetta er lagið þeirra. Já. Hans og Sigrúnar. Hann er tilfinning að vera, þessi elska. Já, þetta er fínasta lag, einhvað síðan. Fínasta lag. Eitthvað lag, þú og kærast það inn.
Nei. Nei, ekkert eitthvað svona, ekkert sem að minnir þig á hana. Ekkert eitthvað svona eitt lag, bara fullt af góðri músík, sko. Bara öll tónlist minnið á hana. Öll tónlist, takk. Já, en við erum konum með góðan gest hér í stúdíó og þetta er í fyrsta sinn sem að hann mætir hér í FM 95 Blö. Hann heitir Unnsteinn og er í hljómsveitinni Retro Stefán, verður velkominn. Takk. Hvað segir Unnur? Bara fínt. Ég mætti sko 3 í sumar á FM 95 Bjö. Já, en aldrei til mín. Nei, FM 95 Bjö er ekki að sama á FM 95 Blö. Mætti bara í vara þáttir. Já, hér er miklu meira stuð. Þú ertu komin í alvöru, sko. Ég er bara alltaf að byrja að bjóða þig velkominn og gaman að fá þig. Hvað hérna, ég veit til dæmis bara eiginlega ekkert um þig. Hvað ertu gamall? Ég er 22. 22 ára. Og hljómsveitin Retro Stefán, hvað er þið búin að vera að spila lengi saman? Við erum 7 ára núna í janúar. Ok, en þið fóruð í music-tilrauninu og eitthvað svona, eða hvernig byrjaði þetta bara? Þið eru búin að þekkjast ekki bara síðan árið 1? Jú, eiginlega, síðan leikskóla og svo voru öll saman í Östubæðaskóla. Já, hvað er þið mörg í hljómsveitinni? Við erum 8. 8 í bandinu? 8 núna. En einn í leyfi? Já, einn í leyfi, í námsleyfi. En sko, svo vorum við í skrekk saman og eitthvað svona dúti. Það finnst þið. Já, ok. Ég er óskæði til hamingju með því að lögin sem er allavega, ég er svo mikill plebbi, ég hef oft viðurkennt að ég hef aldrei komið og séð ykkur spila live og eftir að fá mig blötuna, en lögin sem er að spila hérna eins og Queen og fleiri Glow og það er bara hrikalega flott. Já, nýja lagi Julia flott líka. Platan er frábær, verður ég að segja. Ég er ekki eins mikill plebbi og þú, ég fyrir mikið á tónleika. Já, ekki eins mikill plebbi, þú náttúrulega lifi fyrir Airwaves. Já, bara legið hótelherbergin ef þú ert hálfgeðsjúkur að kemja. Já, þetta er bara skemmtilegasta helgi ársins og gaman að fara að sjá flotta lifandi músík, sko. Já, hvernig var á Airwaves núna? Var ekki stemming? Jú. Ég var að heyra eitthvað staðar að fólk byrja að rífa sig úr og ofan á tónleikunum. Nei, það er málið það. Og bæði strákar og stelpur. Já, ég sá ykkur hérna á Airwaves einmitt í hörpunni. Það var einmitt bara fólk að rífa sig úr, bara. Já, er þetta eitthvað svona nýtt á tónleikunum? Nei, þetta er bara einhvern veginn var svo mikið, að sjá bandi live er skemmtilegt. Gleðin er svo mikil, þetta er svo mikið disco-gleði, stuð eitthvað sko, og allir bara færður að hoppa og bara... Já, ég meina gleðin og stuðið, en að rífa... Það er sko full experience, að rífa sig úr og ofan og... Já, þú er nú ofta rifið úr blandala tónleikum. Já, ég er nú hlaupið niður Laugaveginn og tippinu, þannig ég get svo sem ekki verið að rífa kjátt. Sem er falleg saga á fullorðnum manni í Reykjavík. En eru þið eitthvað byrjar að spila erlendis? Já. Við höfum verið að spila erlendis bara undir árið. Öll lögin ykkar á ensku, eða ekki? Jú. Sko, á þessari nýju plötu. Annars voru það bara alls konar. Og svo höfum við verið að spila mjög mikið erlendis undir 2-3 ár. Ok. Og er stemt á svona svipa ævintýri og Monsters og menn og svona bönd? Já, bygglega. En sko, ég veit ekki hvort... Ef Guð og lukka leyfir? Já. Það er náttúrulega mikil ferðalög. Við erum búin að vera að ferðast núna dálítið mikið sko undir 2 ár. Já. Og næsta ár verður líka þannig sko. Ekkert grín að ferðast með 8 manna band. Nei, það er stemming, en það er sko, þegar þú ert í 8 manna band, þá er held ég mjög létt ef það er mikið ferðalög svona, að menn fara að rífast. Já, hvernig er það? Þú finnur bara hann sem átt eftir að rífast og ert með honum næstu dagana. Bara þú ert skemmtilegastur, ég ætla að hanga aðeins með þér núna. En svo er þetta hérna, svo nú, ekki þannig, nógum að vera ykkur á næstunni, það er vantilega árið út um allt og hinur þessi tónleikar og svo ætlaði hverði árið með látum. Og það er síðasti sénsinn til að sjá Retro Stefán á þessu ári. Hann er alltaf, við höfum alltaf haldið þetta á NASA. Og núna höldum við tónleikar sem heita síðasti séns í Vodafone-höllinni. Ok. Já, það ég geti, þú þurft að kíkja bara á. Já, búin að hlusta á plötuna eftir þú fær henni í jólagjöf. Já, fæ henni í jólagjöf og mæta á síðasti séns. Já, 30. dags í Vodafone-höllinni. Stend þar á tippinu fremstur að syngja með. Hver vill ekki sjá það? Er ringt inn í þennan þátt? Það er hægt að ringja inn. Það er hægt að ringja inn. Ég þá gefum við miða, sko. Já, gefum við miða áður við fyrir mig jólafrí. Ekki spurning. Skemmtilegt. En þú heldur nú á gítarnum. Já. Og ég var til að heyra eitthvað live frá þér. Getur þú spilað fyrir mig Queen eða Glow eða? Taka Queen. Ok, tökum við þessu. Fáum smá stemmingu inn í stúdíóði. Hvernig væri það? Frábært lag. Nei, ekki bara að gráta. Nei, ég hef ekki grátið sinni seldi Hyundai Coupe minn. En frjálst að rífa þú úr? Já, ég hef komin á skónum. Það var bara eftir ælið þá. Bákólítrið mig í miklu mervuleikum í hitkynnið. Það er ekta svona gauður sem ég lappaði nú í partí og hugsaði, ég er farinn hérna. Viðlagið, þegar þú blandar Queen, stormar, vindar, dreima. Er það ekki textin eða? Jú. Það er alltaf mikið spáðið dag. Það er hrikalega flott lag. Það er hrikalega flott. Það er ekki tilnæmt sem eitt af lagum ásins í íslensku tónlistarunum? Nei, þetta Glow var sko tilnæmt. Glow var tilnæmt? Það var svona miklu vinsælla. Fólk bara svo lengi, sko, fljótt að glemma. Já, það var tvö frábæð lögum. Semur þú lögin eða sem ég saman? Já, þú semur þau. Og semur það á gítar eða?
Nei, bara í tölvu, sko. Ok. Svona techno og svo þarf ég að læra þau öll aftur á gítar, sko. Þetta var ekkert smá flott maður. Geggjuð útgáfa. En ef þú segir mér svo, ég hef oft spurt Sverrir Bergmann að þessum og fleiri tónlistamenn, Magna þegar hann kom inn daginn. Ef þú var að labba núna inn í pröfu fyrir X-Factor eða Idol og þú ættir engin lög sjálfur, en ættir að slá í gegn og ég væri hérna Simon Cowell, hvaða lag myndir þú ekki? Ég tók hérna þegar ég fór í Hamraleiðakórinn tóku ógeðslega margir alltaf samanlega sem var sko snert hörpu mína tók það, en ég veit ekki, ég myndi ábyggilega að taka eitthvað svona magnaðra sko, með Michael Bublé í svona þætti. Áttu smá Bublé hann okkur? Nei, ég kann ekkert lag með honum sko. Nei, ok. Ég kann nefnilega ótrúlega fá lög. Já, þú voruð ekki mikið fyrir svona einhver coverlög? Nei, en það er mjög sniðugt að læra til að læra á gítar og læra að partía. En þú ert að segja þá ertu bara í tölvunni að guta, þetta er flott maður. Ég er að spá ég að áðru að henda þér inn í hraðaspurningar, hvernig líst þér á það? Bara fín. Ekki, þú ert ekki taka Jón Gunnar á þetta, hann kom með hundleðilega svör á hann er svo dipló, það sem þú ætti að gera bara er þú ætti að reynsa hugan og segja það fyrsta sem þetta er í hug. Þannig að þetta er ekki, þú getur ekki svara rétt og getur ekki svara vitlaust. Ertu tilbúin? Já. Þá byrjum við, besta liðið í ensku? Manchester. Hanna, hvað kveikir í þér? Tónlist. Fallegasti kvenmaður fyrir utan maka? Mamma. Já, frábært svar. Besta bíómynd? Prince Mononoke. Hæ? Princess Mononoke, já. Mononoke, já. Já, ok. Hefur þú lent í slagsmálum? Nei. Hvað drekkur á djamminu? Gin og tónik. Frikki Dóri eða Jón Jónsson? Ég get ekki svo þessu. Ef þú verður að sofa hjá dýri, hvaða dýr eru fyrir valinu? Górilla. Górilla, vel gert. Í hverju sefuru? Engu. Besti skyndibitinn? Pizza. Ertu með mörg pók á Facebook? Já. Hvort viltu að Jón Gunnar sé kallaði Nonni Plugg eða Nonni Tattoo? Nonni Plugg. Hvað setur á pizzuna hérna? Sjávarrétta. Hvernig ástu síðast allsber? Í morgun. Uppáhaldsþættir? Hérna Mad Men. Charlies eða Nylon? Charlies. Hrýturu? Nei. Leiðilegasta sem þú gerir? Vakna. Hvað ástu gammaldur og mistið sveinduminn? 17. Besta nammið? Súkkulaði. Ef þú mættir hitta hvert sem er í heiminum, hvern myndir þú vilja hitta? Michael Jackson. Ef þú mættir hitta upp fyrir hvaða hljómsveit sem er í heiminum, fyrir hvaða hljómsveit myndir þú vilja hitta upp? Hérna, Michael Jackson. Já, ok, ertu Jackson aðdáandi? Já. Hver er það ekki? Já, það er enda rétt, hver er ekki Jackson aðdáandi? Herðu, þú fórst flott með þetta, þú vilt sofa hjá Górillu, getur ekki svarað Frikka Dóri eða Jón Jónsson. Og hvað var besta bíómyndin? Hvað sagði það? Princess Mononoke. Ég er bara nýbúinn að horfa á hana, sko. Já, hún er flott, þetta er manga. Ekki, já, þetta er manga teiknimyndir. Já, hann er mjög erfitt með að svara svona uppáhalds eitthvað. Já. Ég svara bara seinast það. En hann sagði Manchester United, ég rána með það. Já, mjög. En ég horfi ekkert á fótbolta, sko. Nei, en ánæði með svarið, þetta var rétt svar hér þess. Besta svarið þitt, sko. Sefur í engu, súkkulaði. Já, sefur í engu, horfur á teiknimyndir og heldur með Manchester United. Þetta er bara fullkomið formúla. Hvetjum alla til þess að tekka á plötuna þeirra. Þetta er stórkostlegt band og eitt af mínum uppáhalds í dag. Og tónleikarnir á milli jól og nýjárs og heitir Síðasti séns. Já, miðasalinn á miði.is. Læsilegt, takk aðeinslega fyrir komuna. Þetta var Unnsteinn, við ætlum að fara hér í örstuð skilaboð og svo höldum við Jóns áfram hérna með topp tónlist og eitthvað skemmtilegt. Bókvikunar á FM 957 er Hringurinn. Hörku spennandi fantasía sem er hlaðin spennu og full af göldrum, ást, dauða og vináttu. Eins og sambland af hungurleikunum og Harry Potter. Fylgstu með á FM 957 og þú geti næstir í eintak. Hver vill ekki klæðja vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai? Á hverjum fyrstudagsmótni hjá Yngva Eysteims drögum við út fyrirtæki vikunar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig og samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki svikinn af tælenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. Viltu vinna ljómandi matarúttekt? Taktu þátt í ljómaleiknum á ljómi.is. Vi pratar inte franska som en juleman, en juleman, en juleman. Boogie.com, Grænsásvegi. FM 95 á FM 95. Sumir fá sér eina, aðrir fá sér 2, en flestir fá sér helling. Hvernig vilt þú þitt Nóakropp? Nóakropp, brakandi snilld. Vantar þig hágæða fæðubótaefni?
Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hér með Diamonds, ekki fyrst á ekki síðasta sinn sem þetta lag er spilað hér í þessum þætti. Ég er reynda samt búinn að gefa henni smá pásu. Nú? Já, ég var búinn að spila þetta lag svo rosalóft. Þetta bara fantagott lag og svo var ég ánægð þegar Bergman tók þetta. Já, það var mjög flott útgáð hún. Virkilega vel gert. Mjög cool. Ég þakka Unnsteini aftur hér úr Retro Station. Þvílíku töffari maður. Já, frábær útgáð þessu æðislega lagi Queen. Já, þetta það er nefnilega oft gaman þeirra svona lög sem eru eins og hann gerir í tölvum þegar það settir svona kassagítar útgáfu. Já, hjartalega sammála sko. Þetta er eins og ég var að koma inn á hann. Þetta er svona, kannt þú eitthvað hljóðfærið það? Ekki neitt. Nei, þegar ég sé eins og þegar hann situr hann bara með loka augun að syngja og spila á gítarinn þá hugsaði ég bara, af hverju kann mamma ekki barið mig áfram í eitthvað, þú veist. En sérstaklega gítarinn, það er skemmtilegur. Já, ég hef alveg til að kunna gítar eða píano. Já, píano finnst mér þetta mjög skemmtilegt sko. Það væri einhverju krakkar að út að hlusta, þá er að gera að, einbytta sér einhverju hljóðfærið. Henda sér í tónlistanám. Það mun enginn sjá eftir því. En líka gítargæðin er vinsæll sko. Sá sem kann á hljóðfæri, það er bara, þú veist, það er ávísunum vinsældir. Það er samt oft gaurinn sem þú vilt henda bjórdósin í á jamminu sko. Þannig einhver rífur upp gítarinn í útilegunni. Já, en hann er samt. Eða í partíinu, en það er reyndar örugglega bara öfundsík í mér. Það er bara öfundsík í þér sko. Þú voru einhvern veginn að vinna í þessari reiði í þér, rauðin minn. Þú er svolítið reiður út í fólk, marga. Nei, alls ekki. Þú veist hvað er að tala, þú ert í partí og einhver rífur upp gítari, það er oft. Já. En þá var það... Ég er samt meira pyrrar út í pínu sem spilar 30 sekundur út á lögum í partíinu sko. Já, það er eitthvað óþólandi. Það er viðbjóður. Já. Nei, hafðu lagið á. Já, klára. Steikið þín. Því að sumir eru svo spenntir að setja næsta lag og það get ekki eins og niður klárað. Get ekki beðið. Nei. Það er mikil spenna þar. Þegar þú segir það er pínu ég. Er það þú eða? Ef ég er í partí og er að skemmta með konunglega og búinn að setja eitthvað lag á og ég sé að hittari hjá liðinu og laka eins og til að setja hitta á. Þú átt þetta nokkuð moment sem eru náttúrulega bara legendary á jamminu þér er svo andum það að allir sé að skemmta sér. Já, ég vil bara sé þetta heitir að skemmta sér. Já, ég veit allt um það sko. Ég hef nú kíkt einu svona tvisar út með þér, ég veit allt um það. Það er bara gaman að þú ert svo spenntur. Já, ég veit bara að það sé. Ammælin eru best samt, ég hef gaman að þeim. Ertu að tala ertu að reyna að rifja upp þegar ég lét Ásgeir Kolbeins heyra þegar Pétur Jóhann Sigfússon á dæmali? Ég lést það ekki heyra, þú bara last yfir hún. Það er bara, bara alltaf upplýsa sérst hlustendur um það, þá vorum við sérst að fagna ammæli, tókum Pétur Jóhann og svona surprise ammæli. Og vorum mættir okkur skemmtistöð, vorum í miklu stuð og allir að skemmta sér og þar á meðal Pétur Jóhann. Mörg á síðan. En þú öskraðir á Mér fannst Ásgeir bara ekki verið að einbetta sér nóg að ammælisbarninu. Já, en ammælisbarnið hafði engan áhuga á okkur, hann var bara í stuði, sko. Já, það er þetta hann við Pétur, hann vill oft bara ráveit. Já, ok, ég ætla að róa mig niður. Svo settistu þið niður og bara dróst andan, ég er gaman að því. Það var oft, sko, þegar við vorum í fríka úti, að þá vorum við svo eppistundu bara, við vorum kannski í London eða kaupin eitthvað, þá var bara, Pétur, hvað er Pétur? Þá var hann bara farin eitthvað að ráfa bara einn. Já. Og bara líður vel þannig. Hann er þannig típa. Já. Honum líður vel með sjálfum sér. Þú ert að komast þangað. Mér líður mjög vel með sjálfum mér. Hættu þessu afi. Þetta er hér Night Call, Kavinsky. Þetta er hrikalega flott lag. Kvikmyndinni Drive og þú varst að segja með það, Jón, að Ryan Gosling og leikstjórinn að Drive er að gera nýja mynd saman, eða ekki? Jú, hérna Only God Forgives. Only God Forgives, já. Ég var bara að sjá plakatið á netinu þar sem að Ryan Gosling hafði búin að berja hann í hakk. Hann er samt með þetta, sko. Já, sko, Ryan Gosling, maður þarf bara, credit due, sko, hann er eitraðu töffari. Eitraðu töffari og líka bara frábær leikari, sko. Já, hann er að taka svolítið Brad Pitt, og Pittarinn gerir þetta, sko. Það er oft með þessa sigursætu leikara að þeir gætu farið í töðuna á okkur kallpenningnum, að þeir eru svo sætir og flottir. En þeirra menn eru jafn svalir og Ryan Gosling í Drive og Brad Pitt í Seven, sérstaklega á Fight Club. Já, á Fight Club, maður. Fight Club er einn besta mynd sem ég sé, sko. Já, þú veist ekki eins hrifin að ég og nýju Pitt-myndinni? Killing Them Softly. Killing Them Softly, nei, ég er einhvern veginn, sko, mér finnst myndin alls ekki leðileg, mér finnst hún bara aðeins svo róleg. Já, mér finnst hún bara svo cool eitthvað, með svona pínu drive í henni. Já, pínu Skandalfini fyrir endur á kostunni í henni. Já, frábær. Virkilega góð. Ég er bara einhvern veginn, bara brútal, mér finnst hún fyndin, bara cool mynd, sko. Ekki það, mér finnst hún ekki leðileg. Nei, Nathan, já, Only God Forgives, þessi nýja myndin sem hann Ryan Gosling er að leiki. Já, svo fór ég líka daginn á Here Comes the Boom. Já, hvað er hún? Hún er svona... Kevin James. Já, Kevin James. Ég dyrka hann eftir King of Queens.
Já, skemmtilegur. Gríðalegur aðdáandi, sko. Hann er svolítið mikið í svona krakkamyndum, sko, sem ég er alveg gaman af henn. Það er akkurat það sem ég ætla að segja. Hann er að vinna svolítið með, hann og Adam Sandler eru eiginlega bara komnir í svona barnagrímyndir. Já, Adam Sandler er bara komin í teiknimyndir sem betur fer. Já, því að þetta er, sko, þú getur léttilega gert, held ég, hrikalega fyndna grímynd með Kevin James. Já, það held ég, sko. Já, hann var bara að ræða umbóðsmannin sinn. Teiknimyndin hann á Hotel Transylvania sem að Sandler leiki, hún var þessi talað inn og skemmtileg, sko, en að því að allt þar á undan hjá Sandler bara í mörg ár er búið að viðbjóður. Já, hann er búinn að vera í einhverju tjóni, sko. Já, Jack and Jill hann. Ég enda sá það ekki, en maður þyrfti að horfa á hana bara til að sjá hvað sem mikið ógeðið þetta er. Já, hún er alveg skelvileg. Hann fekk Al Pacino í þetta. Já, og Johnny Depp leikur líka í henni. Tony Montana og Johnny Depp í Jack and Jill, bara verstu mynd bara síðan 10 ára. Hún er alveg skelvileg, sko. Allavega, en já, Only God Forgives, Ryan Gosling er svalur. Já, laga til að sjá það, en ég ætla að spila núna lag sem að, salan á þessu lagi, lagi heitir Gleðitár og öll salan þetta er inn á tónlist.is og rennur allur ágóði til barna Steina. Hann Steini Gísla sem að spilaði fótbolta hér með KR og IA á sínu tíma. Já, öðlingur. Já, þvílíkt ljúfmenni og frábærknarsbindumæður og bara maður, lést fyrir aldur fram og hér er lag sem að heitir, já, eins og ég sagði, Gleðitár og þetta lag er til inn á tónlist.is og það er að koma geisladiskur núna líka út fyrir jólin og rennur allur ágóði af disknum og þessu lagi til tryggja barna Steina, þannig ég hvet ykkur bara endilega að skoða þetta. Tjekka þessu, við ætlum að spila hér lagið Gleðitár. Áslaug Fjóla hér. Það er fallegt lag. Já, Áslaug Fjóla Magnúsdóttir með glæsilegt lag hér í minningu Steina Gísla, fótboltamanns. Og það sem hún gaf alla sína vinnu og þetta er virkilega fallegt málefni sem ég hvet alla til þess að skoða. Ætti að kaupa þetta inn á tónlist.is, ekki rétt? Jú, mikið rétt. Við ætlum að fara hér í örstuð skilabóð og svo er það lagið á leiðinni heim og ég er mjög ánægð með lagið á leiðinni heim núna. Sammála. Þú verður pínu fúll en... Nei, þú verður ekkert fúll. Og Warner kynna eina mögnuðustu mynd ársins. The Dark Knight Rises. You're retired. I'm retired. The Dark Knight Rises er komin á DVD og Blu-ray. Monitor kynir, hátt í höllinni, stórtónleika, Laugardalshöll 19. desember, Ásgeir Trausti, Hjálmar, Moses Hightower, Valdimar og Kiriyama Family. Uppselt í stúku, tryggðu þér miða strax á miði.is. Safnaðu 5 ljómandi strikamerkjum. Taktu þátt í ljómaleiknum á ljómi.is. FM 95 Blö á FM 95. Þú færð brakandi gott Nóa-kropp með skemmtilegu appelsínubragði í næstu verslun. Nóa-kropp. Bjarna hér með lagið Froðan. Þetta er óskalag fyrir góðan dreng. Já. Allt góða drengir hér. Heldur betur. Eins og var Rikki, talandi góða drengir, þá var Rikki G að labba hérna í stúdíóið. Já, greinlega nýbúinn á 2-faldri crossfit-æfingu. Já, það klæddi sig í myrkri, flottu galli. Það er hérna, hann ætlar að vera með ykkur til 9 kvöld þessi drengur, þannig að taki vel á móti honum. Það verður mikil stemming. Jón Gunnar, takk aðeinslega fyrir daginn. Já, takk sem er leiðis. Hann verður mættur hér næsta 50 hann Hjöppi K og mun þá standa sína vakt. Já, ég var að fara að höru flottulega kemnin, það var skemmtilegt. Já, virkilega gaman, bara óalega gaman að hafa þig hérna. Já, þetta getur búið að dásamlegt. Tveir harðir verða mættir hér á morgun klukkan 4 og Sverrir Bergmann með föstudagsslagið. Við komumst að því hér áðan, með ykkar hjálp kæru hlustundur og það verður lagið Goo Goo Dolls og Iris. Já, flottlega þar á ferð, talandi flottulega keppnina þann og þá tapaði ég í flottulega keppninni. Já. En þar sem ég er frekur og er á tökkunum. 5-4, Ricky G. Já, þar sem ég er mjög frekur krakki og er á tökkunum og þá ætla ég að setja mitt lag sem lagi á leiðinni heim. Já, ég fylgda. Þetta er geggjað. Takk fyrir hlustunni í dag, heyrjumst á morgun. Þetta er Biggie Smalls. Gæðum sem að Öddi Blöð valdi í laginu og leiðinni heim. Hann valdi væntanlega bara demóða þessu frábæra lagi Juicy. Mögulega verstu gæði sem ég heyrta á lagi. Enga séu frábært lag. Það var í alvöru gæðum. En Notorious B.I.G. hlýtur að fyrirgefa Ödda þetta í þetta skiptið. Annars ég er ekki tekið við af Ödda og Nonna Plugg. Þeir voru hérna á þessum 50 degi. Hjöppi K verður svo aftur á næsta 50 dag búin að vera í prófum kappinn. Við hér saman til klukkan 8. Íslenski listin endurfluttur þá, en það er að koma helgi.